Það sem betur fer sjaldan sem slökkviliðsmenn þurfa að taka á honum stóra sínum. Eldsvoðar og aðrar hættulegar aðstæður skapast blessunarlega ekki oft. Það samt afskaplega mikilvægt að slökkviliðið haldi sér á tánum með því að búa til æfingar þar sem þeir setja upp eldsvoða, reykköfun eða fleira á öruggum stað. Í gömlu malarnámunni rétt fyrir utan Húsavík nýbúið að koma upp frábæri æfingaraðstöðu einmitt í þessum tilgangi. Grímur, nú erum við stödd hérna á nýja, ég ætla ekki að kalla það leiksvæðið ykkar, en æfingasvæðið ykkar. Já, þetta svæðið sem við byrjuðum á hérna núna snemmi vetur að standsetta, fengum hérna heimild frá sveitarfélaginu fyrir þessari gömlu malarnámu og fyrstu vikurnar fóru svona í jarðvegsvinnu hérna eins og gefur að skilja og svo fórum við í framhaldinu af því svona á stað með betlistafinum að fá svona sitt lítið að hverja búnaði hérna meðal annars þessa gáma og láta steypa fyrir okkur þessi plön og svona og höfum svona fengið mjög góða aðstoð frá mörgum velviljuðum fyrirtækjum og aðilum hér í bæ og reyndar utan bæja líka. Og hérna sem sagt munið þið stunda alls konar æfingar sem að gera ykkur að betri slökkviliðsmönnum, ekki? Já, það nú meiningin með þessu, að búið að setja hérna upp aðstöðu þar sem við getum ræft svona við öruggar aðstæður og þetta svona aðstæða sem kannski ekki til víða á landinu í dag. Ég meina í Reykjavík flott aðstæða en svona út á landsbyggðinni þá hefur þetta vantað alveg tilfinnilega sko. Eins og hérna hjá ykkur, hvað voruð að vinna með áður en þetta kemur til? Sko, við höfum verið með svæði hérna út á Húsavíkurhöfða sem voru með yfirtendurinn þennan gám sem stendur hérna á bakvið mig og síðan voru náttúrulega byggð þarna sjóböð og stendur til að reisa þarna hótel þannig að það lá fyrir að við værum ekki að æfa með brunareik yfir þá starfsemi þannig að það var ákveðið að færa þetta og síðan höfum við bara verið að nýta svona tilfallandi mannvirki og hús til þess að fá að æfa í. Þannig að það verður gríðarlegur munur að hafa eitthvað svæði þar sem við getum verið að stunda nánast allar þær æfingar sem við þurfum að stunda. Og þetta mun náttúrulega líka nýtast fleirum heldur en bara ykkur? Það sjálfsögðu, þetta nýtist bara viðbragðsaðilum og slökkviliðum alveg allt frá Austfjörðum og hérna bara vestur á land liggur við sko og stendur öllum opjum sem vilja nýta þetta. En þú Grímur, hvað ert þú búin að vera lengi í slökkviliðinu hérna í Norðurþingi? Ég búin að vera 28 ár. Hvað svona, finnst þér þetta að vera svona hálfgerð bylting fyrir ykkur að fá þetta? Þetta alveg algjör bylting sko. Það hefur náttúrulega ekki verið neitt þessu líkt sko og menn hafa þurft að vera að sækja í svona æfingaaðstöðu söður sem bæði kostnaðarsamt og mjög vont að vera að taka stóran hlut af mannskapshópnum í ferðalag sem að tekur 3-4 daga og vera ánverð á meðan, það bara fyrir eitthvað vond tilhugsun, þess vegna viljum við hafa þetta bara hérna hjá okkur. Hvers konar æfingar þetta sem að þið að fara að stunda hérna, svona sem dæmi? Sko við getum framkvæmt hérna eins og í gánum hérna bakvið mig þar svona þetta framkvæmla alvöru brunaæfingar, yfirtendurunaræfingar og annað slíkt og þetta gámar sem eru notaðir í verklegum prófum hjá Mannvirkjastofnun og síðan hérna í hinni gámaborgin ætlum við að vera bara með gervireik og hita þannig að menn ekki að fara að æfa öllu jafna við þessar óþverra aðstæður sem að menn hafa verið að gera í þessum alvöru eldi. Og kannski megin ástæðan fyrir því svo að krabbameinsumræða náttúrulega bara mjög hátt á lofti í þessum málaflokki og við erum bara að reyna að forðast það svona eins og við getum að vera að æfa við þær aðstæður og þessi aðstæða leyfir okkur það. Þannig að getið þið sett upp svona raunverulegar aðstæður án þess að þessu skaðlegar? Já, alveg sannarlega með gervireik og svo bara hita sem búin til með blásurum. En það fjölmargt að vera, það líka ný slökkvistöð nánast tilbúin og hérna komin glænýr og flottur bíll. Já, það búið að vera svona býsna mikið að gera okkur til handa núna síðustu ár og það verið eins og þú segir að leggja loka hönd á slökkvistöð. Svona meiningin að afhenda hana svona mánaðamótin og desember. Og þar bara fullt hús af iðnaðarmönnum að vinna núna og vonandi gengur það eftir að það verði svona einhvern tíðan í kringum þann tíma eins og áætlað Þannig að það verður mikið bylting. Við erum að fara úr mjög þröngri og lítilli aðstöðu í alveg stórglæsilegt hús. Þannig að það verður bara stórkostlegt. Hlakkar til? Ég hlakkar mjög til og búin að bíða lengi. Hvað svona, ef þú rifjar aðeins upp, áttu eitthvað svona eftirminnilegt atvik frá ferlinum? Það svo sem við höfum nú verið lánsamir hérna í gegnum tíðina. Við erum ekki búin að fá mjög marga stórbruna hér í húsum.
En hins vegar hafa svo sem komið stóra atburðir hérna, hér hefur ekki orðið manntjón í bruna í það minnsta ekki á minni starfsævi hér í slökkviliðinu sem betur fer, en það eru svona mörg atriði svona sem að kannski kom upp í huganum að kannski við líkt endilega að vera að tala um. Nei, en þú er allavega að prófa ýmislegt. Já, við fáum að reyna ýmislegt í þessu. Og er það ekki mikilvægt að vera með góð aðstæði til þess að æfa svo maður sé undir allt búinn? Það bara skiptir alveg höfumáli bara fyrir alla viðbragðsaðila. Það er alltaf ætlast til að þessir aðilar séu tilbúnir að bregðast við öllu þessu hugsandi og óhugsandi sem getur gerst hjá okkur. Og til þess að geta það, þá þarftu bara að geta æft og þú þarft að geta æft í góðar aðstæður, góðar og öruggar aðstæður. Og þetta er bara einn liður í því. Og fyrir vikið þá fáum við bara betur þjálfaða starfsmenn og lágmörkum kannski þá áhættu þætti sem að fylgja þessu starfi.